Í gær var ég að ferðast dálítið vel og bara fékk skemmtilegustu för sem ég get í einhvern veginn. Ég byrjaði daginn á því að vakna upp á húsþaki. Þægilegu staði heldur en daginn á því ég svaf miklu betur. Vaknaði samt klukkan 6. Pakkaði saman allir dótinu mínu og fékk neitt á morgunmat. Þannig bara jógúrt og brauð og eitthvað. Síðan rölti ég yfir á Starbucks niður í bæ. Starbucks að hlaða dótið mitt. Núna þá skrifaði hún nafnið sjálf. Takk fyrir frítt net og rafmagn. Það var bara að fara að húka far til Mannheim. Let's go! Þaðan labbaði ég síðan út á hraðbrautina til þess að reyna að húka far til Mannheim. Fann engan góða stað þar, þannig ég labbaði á næstu bensínstöð. Svo ég labbaði á bensínstöðinni og það er aðeins lengra en ég átti vona. Leiðangur, við leggjum að staða í leiðangur er núna. Þannig ekki strákar æfa parkour. Saman gera hliðarlista eitthvað. Sér til viðbótar, 2 fílar lögð af stað í leiðangur. Sér til viðbótar, 153 fílar, 174 fílar lögð af stað í leiðangur. Þarna er bensínstöðin, en ég er röngum megin við hraðbrautina. Þannig að ég er ekki svo viss að ég geti húkað neitt far hér. Kemur ljós, bensínstöðin var vitlausum megin við götuna, þannig að ég ákvað bara á endanum að labba yfir landamærin alla leið til Þýskalands. Strasbourg er alveg við landamærin, þannig að það er pínu langt en það er samt ekki það langt. Þarna er brúin yfir til Þýskalands og hér enda Strasbourg. Bless Frakkland! Og halló Þýskaland! Nú er ég bara að finna einhver stað þar sem bílar geta stoppað og ég get húkað þar. Jippi, ég er svo fucking þreyttur. Morgungöngutúr frá Strasbourg til Þýskalands. Check. Nú er ég bara að finna stað þar sem bílar geta stoppað fyrir mér svo ég geti húkað þar. Skrítnast að gerast hérna núna. Ég fékk far með sjúkrabíl. Da er Katze drauf. Ja, rein theoretisch könnten wir einen Teddybär hergeben. Það er mjög stutt, en ég fékk að sitja í sjúkrabíl. Þeir gáðu mér bangsa fyrir bókina og fékk eitthvað snúð. Þannig að ég er bara í góðum gír. Nú þarf ég bara að finna eitthvað hérna sem leyfa mér að komast lengra. Síðan kemur eitthvað gaur upp mér í leðurvesti, núna skeggt á svona mótorhjólinu. Hann bara ekki, það vantaði far, ég að fara til Karlsruhe. Þá er gaurinn bara, ok, hann er ekki á mótorhjóli, heldur hann á þríhjóli. Þríhjólaða mótorhjóli. Okay, drive! Fékk far frá Karlsruhe með einhverjum verkfræðingi, skutlaði mér næstu í alla leið. Ég skipti á hann á bánsarum sem dóttir hans fékk síðan og hann gaf mér tommustokk í staðinn. Fékk síðan far
restina af leiðinni með einhverjum bifhjólavirkja. Síðan labbaði ég bara niður í miðbæ á Mannheim. Settist það niður, náði net, talaði við mömmu. Reimin á skónum mínum rifnuð, þannig að hlakka til að sjá hversu lengi hann endist þangað til að ég verð að fara nokkuð farsafjöru. Náði samband við Dennis sem býr hérna. Ég gisti hjá honum. Hérna húsið, rosalega fínt hús. Og hann sagði mér að hitta mig hjá D5. Frá Dennis að við erum að hittast á D5. Hvað er D5? Götuheitin hérna eru mjög spes. Hver reitur er með einhvers konar, þetta er eins og skákborð, þannig að þarna er, þetta er O7 og þarna er P7 hinum megin götuna. Hitti hann þarna fyrir fram með eitthvað listasafn. Frábær staður, ég var dálítið þreyttur eftir ferðalagið, þannig að ég æfði ekkert eitthvað rosalega mikið. Yeah, it's filming. Þannig að við þurfum að ná lestinni og við erum að labba á teinum til þess að missa ekki að lestinni. Nú erum við að taka lestina á Hörgul Jam sem við halda, sem er lítið. Það kostar heila 5 evrur en ég veit sjokkur. Æfum þær í dálítinn tíma, fengum okkur smá kebab og eitthvað svona í kvöldmatt. Komum síðan heim, vöktum langt fram eftir, vorum að spjalla.